Verið velkomin í oddvitakappræður Mosfellsbæjar hér í Hádegismóum vegna sveitarstjórnarkosningana sem framundan eru þann 16. maí næstkomandi. Mosfellsbær ört vaxandi sveitarfélag, íbúar eru nú rúm 14.000 og það fylgir slíkum vexti áskoranir, innviðir, fjármálin og allt þetta. Hingað eru mættir oddvitarflokkana í dag eru Framsókn, Samfylking og Viðreisn í meirihluta en svo lengi sem ég man eftir fram að því að þá var Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og væntanlega spenntur að komast aftur að köllunum. En Sólrún? Já, ef ekki bara taka smá kynningu á frambjóðendunum. Þannig að hver og einn fær að kynna sig, bæði kynna sjálfan sig og svona helstu áherslur. Og við ætlum að hafa þetta ekki á langt, kannski svona hámark 3 mínútur á mann. Og við byrjum bara hérna megin. Já, Mikael. Komið sæl, ég heiti Mikael Reybora og skipað 3. sæti á lista Vín- og Mosfellsbæjar og hér í leipiskarði fyrir oddvita sem staddur erlendis. En Vín- og Mosfellsbæjar eini óáveðu listi, bæjarlisti sem býður fram í sveitarstjórnarkosningum í Mosfellsbæ, eina fáum í rauninni í stóru sveitarfélagi. Það í 3. sinn sem Vín- og Mosfellsbæjar bjóða fram og þetta hópur fólks íbúa í Mosfellsbæ sem eru með ólíka skoðanir í stjórnmálum á landsvísu en telja þær eiga við á sveitarstjórnarstigi. Þar fólk sem skiptir máli en ekki flokkslínur. Þetta fullt af góðu fólki á öllum listum og best væri að geta kosið það beint. En fyrst það ekki hægt, þá næst best að kjósa bæjarlista. En það sem við leggjum ríka áherslu á einmitt svona að rödd íbúa fái að heyrast. Svo að við erum margir hverjir sérfræðingar í hinu og þessu en engin sérfræðingar í öllu og það sem ef við trú á að samtali og raunverulegt samtal. Og þá bæði í bæjarstjórn og í fagnefndum sveitarfélagsins en síðan með starfsfólki í sveitarfélagi, með sveitarfélagsins og með íbúum, ekki bara á tillidögum eða svona korter í kosningum eins og núna, heldur raunverulega yfir allt ári og öll árin. Þannig og náttúrulega núna stöndum við eins og við nefnt, Mosfellsbæ hefur vaxið rosalega mikið og tilstendur að vaxi ennþá meira og bara partur af því sem eðlilegt í sveitarfélagi sem á jaðri höfuðborgarsvæðisins. En hvernig það vex, það kannski það sem erum ekki endilega allir sammála um. Og við höfum haft efasemdir stefnu sem hefur verið tekin í rauninni leita áfram að öðrum sveitarfélögum en herst yfir okkar. Þessi þétting byggðar og sem forsenda fyrir almenningssamgöngur. Við höfum vilja snúa dæminu við og leggja áherslu á alvöru almenningssamgöngu sem forsenda fyrir þéttingu byggðar. Þannig að sé gerða á forsendu íbúa en ekki á forsendu með einhverju byggingaraðila. Og það þýðir að við séum á móti uppbyggingu sveitarfélagsins augljóslega. Ég sjálfur aðfluttur, þannig að ég komið frá Ítalíu og verulega aðfluttur. En hefur búið í Mosfellsbæ síðan 2008 og ég sé bæinn vaxa en halda í senn þessi bæjarbragur sem einkennir Mosfellsbæ og sem allir Mosfellingar elska. Þannig að það þarf að finna þetta jafnvægi á milli. Takk fyrir. Og Gylfi? Já, ég heiti Gylfi Þór Þorsteinsson, oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ. Það sem við viljum gera að halda áfram því góða starfi sem að núverandi meirihluti hefur verið að vinna undanfarin 4 ár. Í því felst meðal annars að auka við þjónustu fyrir barnafólk og fjölskyldufólk. Börnin okkar verkefni sem við byrjum á í Mosfellsbæ og hefur gengið einstaklega vel. Þar sem við erum með sálfræðinga inn í öllum skólum. Við í Viðreisn viljum
eiga það samtal að bæta talmeinafræðingum þar við. Við viljum gegnsæja stjórnsýslu, opna stjórnsýslu, þannig að bæjarbúar viti í hvað peningarnir að fara og af hverju. Við viljum styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf, við viljum huga vel að eldri borgurunum okkar og höfum verið að eiga samtöl við þá meðal annars og þar eru ýmis atriði sem við þurfum að gera betur í og það ætlum við svo sannarlega að gera. Við viljum aukna fjölbreytni í þátttöku barna í íþróttastarfi í bænum og þar erum við með ákveðnar hugmyndir sem við höfum verið að ræða við Aftureldingu og ýmislegt annað. Hilmar. Já, ég heiti Hilmar Gunnarsson, leiði lista Sjálfstæðisflokksins núna fyrir þessar kosningar. Ég er fæddur og uppalinn í Mosfellsbæ, borinn og fæddur þar, giftur Oddnýju Þóru Logadóttur, við hefum 3 stráka, eru allir á grunnskólaaldri, 2 í Lágfellsskóla og 1 í Klettaskóla, sem að þarf aðeins meiri aðstoð. Ég hef oft sagt að mitt svona helsta áhugamál sé Mosfellsbær, búinn að taka þátt í samfélaginu árabil. Ég hef rekið mitt eigið fyrirtæki sem heitir Mosfellingur í 20 ár og stýrt bæjarblaðinu Mosfellingi. Nú, ég hef séð bæjarhátíðina og ýmsa viðburði fyrir Mosfellsbæ, túninu heima og slíkt. Nú ég í Hlégarði, haldið utan það hús, félagsheimilið okkar í Mosfellsbæ. Já, svona bara að mér sjálfum í gegnum tíðina, byrja á leikskólanum Hlaðhömrum sem að við þurfum að einmitt að koma á kopp aftur. Búin að vera í Varmárskóla hjá Birgi og Gaggo hjá Ragnheiði Ríkas og allt þetta í Lúðrasveitinni og Aftureldingu og ég veit ekki hvað, Kjöðanum og Pizzabæ og þetta allt skilurðu. Þannig að ég hef svona reynt að leggja mitt af mörkum í gegnum tíðina. Við erum búin að opna heimasíðu 54hit.is þar sem að við leggjum okkar áherslumál fram fyrir kjósendur á mjög svona, frambærilegan hátt. Já, við þurfum alltaf bara að tryggja það að sé áfram best að búa í Mosfellsbæ og við ætlum að leggja okkar af mörkum. Takk fyrir þetta. Og það Sveinn. Já, Sveinn Óskar Sigurðsson heiti ég og oddviti Miðflokksins í Mosfellsbæ. Ég hef búið þar frá 2003. Þá hafði ég flúið Reykjavík. Eins og fyrirtækin að gera þessar myndir. Ég giftur Danit Jan, við kynntumst í Peking Háskóla 96, hófum sambúð 2000 og eigum 2 dætur, það eru báðar læknisfræði í Slóvakíu. Og við erum svona búin að vera að taka okkar nám, hún master í lögfræði HÍ og ég með fjármálin, master í fjármálum. Og síðan í COVID-inu þá tókum við bæði saman kennsluréttindin, það var ekkert annað að gera sko. Notaðu tímann? Já, notaðu tímann og fórum í þetta fína fjármál. Voruð þið nokkuð á hótelinu hjá Gylfa? Nei, Gylfi var í sjónvarpinu sko. Það var mjög gaman á honum og fylgjast með, en við ákveðum að fara í námið og bættum hérna við okkur. Hún tók fullorðinsfræðsluna og ég fór í kynjafræðina, hvað annað. Nema það að ég vil aðeins fara yfir sko fólki sem með mér á listanum. Það þarf líka að koma því að framfæri. Ingibjörg Einarsdóttir, hún tannsmiður og aðjúnkt við Háskóla Íslands, frábær manneskja. Hún hefur átt við málað stríðavarðandi umönnun á drengnum hennar og meðferðarúrræði. Hún með hann núna í Suður-Afríku í slíku meðferðum. Hún kemur fram með mjög góð og sterk málefni varðandi börnin og fíknivandann og annað slíkt. Við erum með Hjalta Árnason, þekktan mann úr Hjalta Úrsus í þriða, frábæran náunga og frumkvöðul í bænum, vel þekktan. Og í 4. sæti erum við með Sóley Mæjer eða Sóley Sævarsdóttir Mæjer. Hún af bæði íslenskum og þýskum uppruna, það passar upp á yfirlesturinn hjá mér og geta þess að það sé allt í lagi. Nú síðan erum við með Kristján Davíð Sigurjónsson, lækni, unglækni. Og hann kemur með heilsueflandi hlutann og lýðheilsuna og annað slíkt og svo erum við með Karl Gissur Tórisson, húsasmið. Mér finnst mjög skipta máli að kynna þennan hóp til leiks. Við erum öll hérna okkar listum með fólk með víðtæka reynslu sem eru með okkur oddvitunum í að leggja línurnar. Og við höfum lagt fram stefnuna, hún skýr. Við erum í raun og veru að leggja upp með skynsemina að leiðarljósi.
Við erum að sjá því miður bæinn fara fram úr í áætlunargerð enn og aftur í verkefnum, í skólabyggingum og öðru slíku. Og við erum að sjá jafnframt að áætlun sem varða Blikastaðina því miður byggðar á frekar veikum forsendum almenningssamgöngur. Að ætla það að almenningssamgöngur fari úr ferðu förnum úr einhverjum 3 til 5 í 15% dálítið gróft nú. Við vorum að heyra að Sundabrautin gæti tafist, hún grundvallaratriði fyrir okkur Mosfellinga. Þannig að við erum að taka á þessum málum og fjölmörgum öðrum sem við erum örugglega eftir að fara yfir hérna á eftir. Takk fyrir þetta. Ólafur? Já, takk fyrir. Ég heit Ólafur Ingi og ég leiði lista Samfylkingar núna í fyrsta sinn. Ég nettkerfisfræðingur og reyndar með diplóma í viðskiptafræði. Samfylkingin náttúrulega jafnaðarmannaflokkur. Við byggjum náttúrulega á traustum grunni jafnaðarstefnunnar sem náttúrulega mikið velferð og þá í víðtækum skilningi. Við hugsum ekki bara velferð þeirra sem að höllufæti standa eða eiga við fötlun að stríða. Við hugsum velferð barna og barnafjölskyldna og aldraðra og allt þar á milli. Við höfum áhuga á skipulagsmálum, fylgjum þeim eftir, við höfum ákveðna sýn í skipulagsmálum og samgöngum sem að skipta miklu máli. Við erum ekki að tala eina leið í samgöngum, við erum að tala fleiri leiðir. Við erum til dæmis að tala náttúrulega bæta vegakerfið, við erum að tala að bæta borgarlínuna og fá hana sem fyrst upp í Mosfellsbæ, en við erum líka að styrkja bara svona eins og hjólreiðar og göngu og annað slíkt. Þannig að við í skipulagsmálum erum við dálítið að hugsa það að hafa blandaða byggð sem að hentar öllum á öllum æviskeiðum. Þannig að við erum ekki að fara að búa til einhverja hluti þar sem að bara eldri borgarar og svo bara barnafólk. Við viljum blandaða byggð og fjölbreytta byggð. Þess vegna göngum við út frá því í skipulagi. Við viljum líka hafa byggðina umhverfisvæna þannig að hún tengir svo vel náttúrunni sem við höfum allt í kringum okkur sem alveg gíðarlega falleg og ástæði fyrir því að ég flutti í Mosfellsbæ fyrir 26 árum að geta farið í það. En við erum líka að hugsa varðandi atvinnumál og þá komum við inn á lóðir og annað slíkt. Við erum nýbúna að skipuleggja lóðir á Korputúni og þar eru framkvæmdir hafnar, komnar í fulla gang og þar verður stórt svæði sem ætlað undir verslun og þjónustu. Við erum líka að hugsa atvinnustarfsemi, fleiri heldur en verslun og þjónustu. Við erum til dæmis að tala fyrirtæki sem eru að færa svo jöðrum Reykjavíkur og þá geta komið í jaðra Mosfellsbæjar og þar eru að horfa á Leirvogstungu með hana. Sérstaklega þegar að Sundabrautin kemur, góð tenging þannig að það verður ekki umferð gegnum bæinn. Þannig að við snertum á flestum af þessum málum og og svo umfram allt viljum við náttúrulega halda áfram með þessi góðu mál sem við höfum unnið á síðasta kjörtímabili með vinum okkar í Viðreisn og Framsókn vegna þess að þau skipta svo miklu máli og þau hafa vakið bara þjóðarathygli. Þannig að þeir eru komið þannig að Mosfellsbær orðið í fremstu röð á svo mörgum sviðum, bæði varðandi börn og eldri borgara til dæmis. Takk fyrir þetta. Sævar? Já, Sævar heiti ég, Birgisson. Ég 38 ára gamall og hef búið í Mosfellsbæ það fer að slaga í 2 áratugi og unnið mér og mín fjölskylda unnum okkur gríðarlega vel þar. Ég og kona minn eru bæði að norðan, þannig að ég frá Skagafirði og hún frá Ólafsfirði. Þannig að hittumst í fljótunum, mitt á milli. Þannig að við kunnum afskaplega vel við okkur í jaðri höfuðborgarsvæðisins, þar sem við getum notið náttúrunnar og allt sem það hefur upp á að bjóða en líka sótt þá atvinnu fyrir mitt leyti til Reykjavíkur. Þetta náttúrulega bara eitt atvinnusvæði. Það sem við Framsókn í Mosfellsbæ erum að leggja svolítið mikla áherslu á að fyrir það fyrsta þetta gríðarlega fjölbreyttur og kröftugur listi og ungu listi, mikið af ungu fólki, sérstaklega ofarlega á listanum sem bara virkilega gott og ég kannski ekki alveg ungur lengur en ég kannski yngri kantinum og það gefur manni ákveðna nýja sýn á hlutina þegar við erum með að sjóna með þeirra líka. En ég með bakgrunn í afreksíþróttum, ég var lengi vel landsliðsmaður í skíðagöngu og fór á Ólympíuleika og fleira og það þessi stefna sem við erum með tengt lýðheilsu, heilsueflandi þjónusta og fleira tengir svolítið vel við
svona mína sýn og líka fleiri á listanum sem eru svona með þennan bakgrunn. Við erum með íþróttakennara, Höllu Karin sem er í öðru sæti og fleira. Þannig að við erum svona, við horfum svolítið til þess einmitt að svona þessir málaflokkar eru svolítið svona okkur hugleikinn. Þannig að við lýðheilsa og það sem því tengist svolítið rauður þráður í okkar málefnum og málefnaskráin við vorum að birta hana bara núna í gær, þannig að hún er aðgengileg á netinu. Það sem að við höfum náttúrulega verið að gera, við höfum verið í meirihluta með Viðreisn og Samfylkingu og það hefur bara gengið mjög vel, samstarfið gengið vel og við höfum bara skilað góðu verki. Reksturinn hefur verið bara ábyrgur og við höfum þurft að sinna gríðarlega mörgum mismunandi verkefnum, bæði varðandi viðhald og líka uppbyggingatengdum af því að við náttúrulega höfum verið á síðustu árum að verða að vaxa ansi hratt Mosfellsbær og þá þarf að bregðast við því með innviðuppbyggingu og það mun halda áfram, þannig að við þurfum að vera viðbúin því. Það sem við hefum gert bæði náttúrulega fjárfestingar út af við einni innan stjórnsýslunnar, þá við þurfum að sjá til þess að við séum í stakk búin og getum brugðist við og veitt framúrskarandi þjónustu áfram af því að það er náttúrulega gríðarlega krefjandi þegar sveitarfélag sem var kannski helmingun á við það sem er núna fyrir ekkert svo löngu síðan þarf að geta veitt þá þjónustu sem að krafan þegar við erum að tala 14.000 manna sveitarfélag. Þannig að ég held að við höfum náða að sinna því ansi vel þar sem við höfum komið inn á, við höfum fjárfest í stafrænum verkefnum og við höfum farið í stjórnskipulags endurskoðun á því hjá okkur, þannig að við svona höfum þurft að svona mæta þessu með þeim mætti, þannig að við ætlum bara að halda áfram því góða verki sem við skilja á okkur. Takk fyrir þetta. Þá bara vindum við okkur í málefni. Já, byrjum á bara stóru málum því sem að stendur íbúum næst, það er reksturinn og grunnþjónustan og þeir eru svo margir að ég svo kannski að reyna að pakka þessu svona aðeins saman. Hver er staðan í dag? Hver eru áskoranir og hvernig þarf að forgangsraða í svona vaxandi sveitarfélög? Ég er að hugsa að byrja á þér, Mikael. Já, takk fyrir það. Já, eins og þú segir, það er náttúrulega bara rosalega margt sem hvílir á sveitarstjórnarstigi. Grunnþjónusta í rauninni sveitarstjórn. Og það er sífellt að aukast bæði kröfur sem setta með lagasetningu, en síðan væntingar íbúa þannig. Það hefur verið nefnt talmeinafræðingar og sálfræðingar og þannig að aukin þjónusta í skólum til dæmis klárlega viðfangsefni sveitarstjórnarstigs. Og eins áskoranir sem fylgja bæði vaxandi sveitarfélagi en líka fjölbreyttu sveitarfélagi. Það einhverju tugi tungumála sem töluð í skólum Mosfellsbæjar og það til dæmis og ég nefndi ég Ítali en eins og heyri ég tala íslensku og óbúslega erfitt með að þaga þannig að það var mikið hvati til þess að læra íslensku en það ekki allir sem þannig stöðu að geta tjá sig á íslensku og það partur af því sem við þurfum að sinna og að því nýjir Mosfellingar borga líka útsvari. Þannig að það líka sanngjarnt að þeir fái þjónustu á tungumáli sem skilja og tryggja að verði ekki einhvers konar einangrun og skautun í samfélaginu. Þannig að þetta gríðarlega að koma frá Manchester í gær, þar sem borg sem byggð á fjölbreytni og innflytjendum í mörgum öldum og sú borg hefur náð að snúa því sér í hag að nýta sér fjölbreytileika og kraft þessara hópa. Þannig að við getum við að leita að fyrirmyndum. En varðandi þjónustuna, þá augljóslega þannig að það sama hvað fólk vill lofa og svona allir bestu ásendingu að gera það. Þá 70-80% af fjármagni sveitarfélagsins bundin í því sem það þarf að gera. Í fræðslumálum, í velferðarmálum, í þessa grunnþjónustu. Auðvitað viljum við standa vörð hana, en líka þá forgangsraða uppbygginguna þannig að
Við getum staði við það. Þannig að verði ekki einhver svona innviða skuld. Við höfum svolítið verið að tala það og við höfum séð það og við höfum verið nefnt að við unni gríðarlega góð vinna á síðustu árum og sjálfur sér á árum þar á undan. En samt þannig við erum svolítið að elda skottin á okkur alltaf með uppbyggingu innviða. Þannig að við getum, það þýðir ekkert að stofna skóla, bara til að segja að ég er búin að stofna skóla í einhverju gám. Það þarf og ekki með kennara. Það þarf að vera raunverulega plan það. Og síðan erum við bara eins og gerist á öllum heimilum og fyrir séð áföll, illum bílar. Þannig að skólinn meglaður. Þannig að það þarf líka þannig að varðandi það til dæmis að það þarf ákveðin raunsæi í fjármála rekstur eins og í heimilum. Stundum þarf að stofna til skulda. Það bara ekkert hann hægt. Menn að fæsti okkar og fæst sveitarfélögur þannig að geti bara farið í vasan og keypti sér nýjan bíl. Hún verður að leyfa fleirum að svara og spurning svona, hvar þarf helst að forgangsraða, Hilmar? Þú kannski bara... Já, talandi reksturinn, reksturinn í dag ekki sjálfbær. Ár eftir ár er lóðasala og byggingaréttagjöld að redda fjárhagnum réttum megin við núlið. Lóðir í eigu sveitarfélagsins eru takmörkuð auðlind. Nú á síðasta ári voru einskiptistekjur 770 milljónir. Ef við drögum þær frá þá eru við í mínus 250 milljónir. Þannig að við viljum tryggja sjálfbæran rekstur. Skuldahlutfallið í dag líka komið yfir 100%, þannig að við erum komin á gullspjald þar. Það var komið niður í 84% í tíð Sjálfstæðisflokksins hérna áður en að COVID skall á. Svo það líka bara að skoða þær fjárhagsáætlanir sem nú þegar búið að gera fyrir næstu mánuði og ár. Í tilefni, með tilefni til vaxtastigs og verðbólgu. Að þær forsendur eru í rauninni brostnar og það þarf að stíga á bremsuna þar. Þannig að og á það hefur verið bent, Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að benda á það í meirihluta. Já, við erum með svona ýmislegt á taktinum þarna. Við auðvitað viljum bara ábyrgjast traustan rekstur og gagnsæi fjármálum og tryggja sjálfbæran rekstur. Stytta og einfalda boðleiðir og bæta sérstaklega eftirlit og aðhald með framkvæmdum bæjarins. Það er svona það sem hefur líka farið svona fram úr áætlunum. Gylfi? Já, svolítið skemmtilegt að hann skuli tala það að sé ábyrgur rekstur og ekki, vegna þess að þegar sjálfstæðismenn skiluðu búinu þá var það vel yfir milljarð tapið. Ég skal gefa það var líka COVID á þeim tíma. Þú fekk COVID. Ég skal gefa ykkur það. Það er að bera saman síðasta ár með COVID. Í augnablik. En mörg ár þar á undan var líka tap hjá þeim. Mosfellsbær hefur verið rekinn með hagnaði undanfarin ár og hefur reyndar verið tiltölulega vel rekinn. Það er reyndar rétt með þessar 200 milljónir ef við tökum lóðasöluna frá. Það er reyndar alveg rétt, en það skýrist af launahækkun kennara sem kom til og við erum nú sammála það, eflaust allir, að kennarar eiga skilið góð laun. En þetta skýrist af því, það sem að launahækkunin til þeirra var nú kannski meiri en flestir byggust við á þeim tíma. Síðan það nú þannig að þegar verið að tala þessar einskiptisgreiðslur vegna lóðasölu, þá þetta fjármunir sem fara í rekstur bæjarfélagsins. Það að segja að þetta fer í byggingu vega, byggingu gatna, skóla og leikskóla og það töluvert eftir af lóðum í Mosfellsbæ og þetta veistu, Hilmar, það nóg af plássi, þannig að fjármálin hafa verið í nokkuð góðu lagi, auðvitað má alltaf gera betur og núverandi meirihluti sýndi það nú meðal annars þegar var komið að því að setja á stofn börnin okkar, þá þurfti að setja í það 100 milljónir sem að var gert með aðhaldi og góðum reikningskúnstum og þá var hægt að finna þá fjármuni. Þannig að reksturinn í góðum málum í Mosfellsbæ. Sveinn?
Já, ég áhugavert að hlusta á Gylfa, sko, það er eins og hann hafi ekki verið bólusettur fyrir rétti stefnunu, sko, fyrir kosningar. Heldum áfram með COVID-grínu, ég er ánægð með þetta. Það verður gegnum gammandi. Ég tek undir með Hilmari, sko, þetta er búið að vera ólestur í fjármálunum. Það er framúrkeyrsla í leikskólanum sumarhúsum. Það er rátt. Það er framúrkeyrsla í verkefnum varðandi viðhald og eftirlitið er greinilega með þeim hætti að það er ekki nægilega samið í upphafi í þessum efnum. Svo er oft hjá hinu opinbera að hönnuðirnir fá að koma inn í miðju ferli og fá einhverja breytingar í gegn. Við þekkjum þetta fræga orkuveitu hús hérna sem fór einmitt í gegnum slíkt. Það voru risatölur, en þessar tölur eru risatölur fyrir Mosfellinga. Nú, svo tölum við eins og kom fram áðan, það eru þessar einskiptistekjur sem í raun og veru er að segja við okkur, heyrðu, hvað gerist ef við seljum ekki lóð? Þá erum við bara í mínus. Og þeir virðast ekki vera að taka raunverulegum vanda. Við erum að sjá fjölgun í störfum sem að mætti skoða og endurskoða. Við þurfum reyndar að uppfylla skilyrði frá hinu opinbera. Það er ríkið sem er að setja hérna á okkur álögur trekk í trekk. Á þetta hafa sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu bent að ríkið er að ögra sjálfstæði sveitarfélaga og meðal annars Mosfelling. Og hverjir eru í stjórn? Það er þessir ágætisfélagar hérna sem eru hérna í Viðreisn og Samfylkingunni. Það skiptir engum máli það. Lofar núna leikskólaskilduna innan gæsalappa, við eigum að taka við því. Hvað mun það kosta okkur og hvað með valfrelsi foreldrana í þessum efnum? Nú, síðan tökum við annað sem við erum að tala varðandi þessi grunnskóla kennara hækkun. Hún kemur bara beint úr vasa okkar skattgreiðandi innan sveitarfélagana og hver tekur svo gúdvillið eða af því? Það eru stjórnvöld hérna niður á þingi og í stjórnarráðinni. Við segjum bara, við þurfum að stöðva þetta. Þetta er bara leki í kerfinu. Það sem að þessir aðilar hérna eru að búa til kostnað á okkur í sveitarstjórnarstiginu. Og við á sveitarstjórnarstiginu verðum að setja fótinn þarna fyrir og við erum að gera það. Það er búið að ræða þetta innan samtaka sveitarfélaga og sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu að nú er komið nóg. Mosfellsbær er í vaxtafasa. Þá er verið að kippa undan líka kostnaði sem við erum í út af verkefni sem við verðum að láta okkur fá og draga líka á jöfnunarsjóði. Þetta er bara einfaldlega ekki hægt lengur. Við verðum að takast á við þetta. Þau hérna sem eru í meirihlutanum hafa ekki gert. Ólafur, vilt þú bregðast við? Já, ég held að hérna, og hef alltaf talið að Sveinn væri hagfræðimenntaður maður og er það eflaust. En hérna þessi upptalning var mjög sérkennileg. En ég ætla bara aðeins að byrja á þessum að Hilmar segir, sko, rekstur Mosfellsbæjar er mjög traustur. Við erum búin að skila núna á 3 árum 2 milljörðum í afgang. Hann hefur veikst. Við erum að skila 2 milljörðum. Leið mér að klára. Já, þú ert búin að tala dálítið lengi. Já, en þú ert að segja hann hefur skilst. Ætlar þú að tala eða ég? Ég er bara að segja hann hefur veikst. Má ég tala? 2 milljarðar erum við búin að uppsafnaður hagnaður á 3 árum. Og talandi byggingaréttargjöld, eins og það sé eitthvað eitur í beinum sem tekur til sveitarfélaga. Byggingaréttargjöld koma af því þegar verið að byggja nýtt húsnæði. Peningar sem fara meðal annars í að borga afborganir og vexti af lánum sem að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn tók á sínum tíma eða líka til þess að byggja upp grunninnviði, skóla og leikskóla. Og þegar það er komið og fólki fara að búa í húsunum, þá skilar það fasteignagjöldum og útsvari. Þannig að þetta er bara nauðsynlega tekjur til að byggja upp innviði og ef ekki að tala það niður. Og til þess að dæmi það, þá get ég sagt að Garðabær á síðast ári, samkvæmt ársreikningi þeirra, voru þeir með 3,6 milljarða í tekjur af byggingaréttargjöldum. Hefðu þeir ekki haft þessa tekjur, þá hefði Garðabær rekið með 1,4 milljarði í mínus. Þannig að þið sjáu hvað þetta skiptir máli. Þetta eru tekjur eins og allar aðrar tekjur sem sveitarfélagið tekur til sín. Þannig við skulum ekki tala þetta niður. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að náttúrulega halda áfram á sömu leið sem við erum, sem að hefur verið bara virkilega farsæl. Fólkið í bænum það talar þetta, segir að það gengi vel
hvers vegna þá að breyta en áskoranirnar sem að uppkoma og verða á næsta kjörtímabili, þær eru stórar. Það eru áskoranir sem að lúta því að við erum að byggja upp Blikastaðalandið, fyrsta áfanga, sem er búið að gera mjög sterka og haldmikla samninga bæði varðandi innviðagjöld og greiðslur, en líka það byggingarhrað og annað slíkt. Og tala ekki það umhverfið sem það er raunverulega búið að steypa þessu saman í bara virkilega gott mót, og mér þætti bara gaman að heyra þá sem tala á móti Blikastaðalandinu svona í hálfkveðnu vísum. Hvað ætlið að gera ef þið kemist í meirihluta? Ætlið að segja þessum samningum upp og kannski hugsanlega skaða bæjarfélagið stórlega? Svarið því. Má svara? Ég ætla að leifa að klára sko. Hann baði að klára á það. Hann þáttastjórn. Við verðum alltaf að koma með fyrirsögna líkamlega átök hérna. Hann að bjóða að bregðast við, þannig endilega við Það er bara mjög gott að fá svar við þessu. Já, svarið bara einfaldlega þannig, í fyrsta lagi, ef að standast ekki þessar forsendur fyrir skipulaginu, eins og ferðir farnar með almenningssamgöngur og Sundabrautin dregs aftur úr eins og að gerast. Landstegundin hefur ekkert með það að gera. Bitu, nú ég með boltan. Sko, þá gerist það að fólk sem vill fara úr vinnu og í vinnu og komið sko, í það að vera 1,5 klukkutíma kannski í báða leiðir, það færi sem sett úr sveitafélaginu í eitthvað annað, vegna þess að það of langt í vinnuna. Og þetta að gerast. Ég hitti konur sem vinnur hjá Vegagerðinni, vorum fundi hjá Vegagerðinni daginn, hún var svo fegin við að nýflutt í Garðabæði sem stutt í vinnuna. Þeir eru það náttúrulega. Þannig að þetta bara eðlilegt og þið eru að búa til skipulag sem byggt á veikum grunni. Og á það búið að ræða þetta í bænum og það komin skoðanakonum sem segir að það mikil ósætti með skipulagið. Ég fyrir uppbyggingu, ég fyrir skynsama uppbyggingu, ég fyrir uppbyggingu sem byggir á því að það dregst ekki úr ferðum einstaklingar, að fólk hefur frelsi til þess að fara á einkabílnum í vinnuna og úr vinnunni í heim og komast á leið. Ykkar forsendur eru ekki það. Það svarar ekki spurning. Fyrir ekki, ég vil líka fá að bregðast aðeins við að því Vinnumarkaðsbæði hafa verið með efasemdir þennan blessaða samning sem við sér í hér. Og það sem mjög áhugavert, leyfðu mér að klára núna því þú varst að benda á það. Vinnumarkaðsbæði voru eini flokkur eini fulltrúi sem kaus á móti þessum samningi á sínum tíma 2022, ekki hrista á hausinn Óli, þú veist alveg rétt. Það hinir Samningur var afgreiddur um daginn. 2022, þá var korter í kosningar, keyrðu sjálfstæðismenn í gegn þennan samning. Viðreisn, Samfylking og Miðflokkur sátu hjá og Vinnumarkaðsbæði greiddu atkvæði gegn þeim samningi. Ekki ágreinanlega að samningi væri per se á móti samningi, en eins og á móti vinnubrögðum við að gera þessu samning sem hafi verið haldið leyndu á Sjálfstæðisflokki þar til 2 vikum fyrir kosningu, leyndu fyrir kjörnu fulltrúum meira að segja. Og þannig að þá var, og allir hinir flokkar sátu hjá og voru arðurorð sem hvet kjósendur að fara að lesa fundargerði, voru arðurorði yfirlýsingar hversu fáránleg vinnubrögð væru. Þessi sömu flokkar sem núna hafa sitið í meirihluta eru orðið klappstýru þessum samnings. Nýja samning? Nei, það er ekki nýr samning. Það er ekki nýr samning fyrir gleði. Nei, einn að lokum varðandi skaðabætur. Það er örstuð. Það er alltaf látið veðri vaka að með því að breyta skipulagi á Blikastöðum, með því að breyta skipulagi á forsöndu íbúa en ekki landeiganda, væri að vera að búa til einhverju baka skaðabætur fyrir bæinn. Það allránt og þið vitu það vel. Samningu getur ekki bundið sveitarfélagi í skipulagsmálum. Nú fær Sævar orðið, ég sé að hann er spenntur að komast að hérna. Eini fulltrúi núverandi bæjarstjórnar í salnum. Við vorum að tala uppbyggingu til framtíðar. Já. Það uppalega spurningi það ekki. Sko, það sem ef við má bregðast... Grunnreksturinn þá, eða þess grunnþjónusta á rekstur, kom síðan förum nánar í uppbyggingu á eftir. Bara svo Já, en það sem mér langar til að koma inn á þar að það hefur náttúrulega verið gríðarlega yfirlega yfir þessum fjárhagsáætlunum sem við höfum skilað frá okkur þessi rekstrarárin og þau hafa verið þannig að heilu rekstrarárin hjá meirihlutanum hafa öll verið
hallalaus og meira til, þannig að við höfum skilað af okkur mjög ábyrgum og traustum rekstri. Ekki skilað, ekki staðið áætlanir. En það sem að verið að tala um hér, að við séum alltaf að nýta okkur þá þessar einskiptistekjur sem þá sala á lóðum og byggingaréttagjöld og þarfram til göttunum. En svo komið inn á, þá náttúrulega eðlilega þegar við erum að byggja upp, þá þarf þessar tekjur þurfa að koma inn til þess að geta staðið undir þessari uppbyggingu sem að fylgir því að fjölga húsnæðum í bænum. Það eru eins og við komum inn á, þetta eru gatnagerðin og það þarf að byggja skóla, leikskóla og svo fram til göttunum. Þannig að það rauninni kemur líka inn í þann pakka af því að við þurfum að geta fjármagnað það. En svo varðandi þegar að vera að fara yfir þetta þannig eins og að við höfum verið, við finnum alltaf fengum í fangið bara 6 mánaða uppgjörið, bara fljótlega eftir að tókum við 2022, að áætlanir yrðu langt undir því sem gert var ráð fyrir og það stemdi í að bærinn reki með cirka milljarði í mínus árið 2022. Það náðu sem betur fer að fara í hagræðingu til þess að lækka það eilítið, en það var ekki meira en svo að við lokuðum árinu í einhverjum 800 og eitthvað milljónum. En við náðum strax að snúa því við 2023 á sama tíma, það er alltaf verið að tala um COVID, að COVID hafi verið ástæðan fyrir því að reksturinn var svona hinsegin. En það sem gerðist í kjölfar COVID var þessi gríðarlega verðbólga sem við þurftum að díla við og rauninni höfum þurft að gera allt kjörtímabilið af því að við fórum þannig inn í byrjuðum það sem að við vorum kannski með á ársgrundvelli rétt rúmlega milljarð, tæplega milljarð segi í vaxtagjöld og verðbætur og nú er það að fara að slagja í 2. Þannig að það þarf að ræða þetta líka að þessi hluti af útgjöldum sveitarfélagsins og bara almennings og allra, við könnumst öll við þetta, öll sem erum húsnæðislán og fleira. Þetta er náttúrulega gríðarlega íþyngjandi og hvað það í svona langan tíma. Þannig að það þarf að taka þetta með reikningin. Ofan á þetta höfum við þurft að fjárfesta alveg gríðarlega í sérstaklega tengt viðhaldi. Það var orðið ábótavant og við höfðum ekkert val það. Þetta voru ekki gæluverkefni sem við valið okkur. Við þurftum að fjárfesta en mikið af því hefur einmitt verið fjárfesting til framtíðar eins og til dæmis með að leddvæða bæinn. Það er sparnaður í því þó svo að það sé kostnaður sem þú ert að leggja út fyrir þá en það er sparnaður til lengri tíma og svo framvegis. Og svo náttúrulega var að tala um mygla í skólum. Við fengum einmitt þannig verkefni beint í fangið sem við þurftum bara að takast á við og við gerðum það og en á sama tíma náðum við að fjárfesta gríðarlega vegna þess að það var bara komið tíma á það eins og til dæmis líka með varmársvæðið við þurftum að ráðast í mikla fjárfestinga þar bara til þess að geta veitt þessa góðu þjónustu sem íþróttastarf er í sveitarfélagi og við ætlum að halda áfram með það þannig en eins og ég kom inn á það þá þarf einmitt við þurfum að horfa alltaf nokkuð skref fram í tíman bæði í fjárfestingu í innviðum og líka hjá stjórnsýslunni svo við getum veitt þessa þjónustu sem okkur ber að gera. Vilt þú bregðast? Já, það er náttúrulega búið að samþykkja fyrsta áfanga í Blíkasta hverfinu og við stjórnum vissulega skipulaginu en nú búið að samþykkja það. Við stjórnum líka hraðanum og Mosfellsbær er skuldbundin til þess að heimilda 200 íbúðir á ári þar, þannig að við getum stjórnað þá hraðanum þar og við þurfum auðvitað að huga innviðum þar að þeir komi þar í takt eins og íþróttahús og allt þetta. En að því að þið segið af hverju að kjósa eitthvað annað því að þetta gengur svona vel eins og ég svo sem bent á hér svo sem ekki fólki sem að stýrði hér síðast, þannig að það er algjör svo sem breytt landslag í þessu, þannig að það er algjörlega nýtt. Þannig að þetta er svona helsta, en jú, ég var að benda á COVID, ég veit ekki hvort þið sé búin að gleyma svo sem COVID, en og stát ykkur að því að afgangurinn á rekstri bæjarsjóðs sé betri í fyrra heldur en í COVID, það er náttúrulega galið. En að þessu sögðu, þá ætlum við að vinda okkur í örstutt auglýsingahlé, þannig að þið getið kælt ykkur aðeins niður, samt ekki of mikið, við viljum halda þessum hitta. Halda hittanum aðeins, já. En við verðum hér aftur eftir örfáar mínútur.
Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Átt þú eftir að skrá kílómetrastöðuna? Þú getur skráð hana í Olís OB appinu sem sér restina fyrir þig. Olís. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Jæja, velkomin aftur að skjánum. Við ætlum aðeins að taka smá út úr dúr frá innanbæjar málefnum og mér langar aðeins að ræða við ykkur fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB, eða sem sagt, aðildarviðræður að ESB öllu heldur. Áframhaldandi aðildarviðræður. Já, það eru deildar meiningar það. En við tökum ekki afstöðu til þess hér og nú. Svo tímasetning þessara þingsályktunartillögu hefur verið nokkuð gagnrýnd. Hún sé að taka pláss frá þessari sveitarstjórnarumræðu. Mér langar kannski að heyra frá ykkur bara í stuttu máli, sem sagt bara á 1 mínútu eða svo, hvernig svona þessi tímasetning hugnast ykkur, hvort hefur fundið fyrir áhrifum af þessu, og svo væri nú líka gaman að heyra hver ykkar persónulega afstaða er. Og ég ætla að byrja á þér núna, Sævar. Já, takk fyrir það. Ég veit ekki, við allavega í Framsókn í Mosó, við erum rosa mikið bara að einbeita okkur af því sem við erum að gera og hugsum svona að bara svolítið að hafa gaman og stýra okkar málum bara svolítið sjálf. Þannig að ég held að við séum ekkert að láta þetta beint trufla, mögulega kannski hefur þetta eitthvað áhrif í fjölmiðlaumfjöllun og annað, en ekki eitthvað sem að ég kannski hef mikið verið að velta mér upp úr. Það svo sem að nægu öðru að huga, þannig að nei, ég svo sem ekkert kannski endilega láti þetta verið í einhverju vegi fyrir að við vinnum okkar starf, En varðandi afstöðu, til að fá afstöðuna frá mér. Mjög gjarnan. Já, ég ekki fylgjandi því að fara í Evrópusambandið og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla það skipta skoðun þetta með hvernig að þessi staðið, en já, það mín afstæða að laka okkur tí. Ólafur? Umræðan per se, hún ekki neitt að trufla þessa kosningar eða kosningabaráttu. Þó það eru núna rúmar 2 vikur eftir að þessari kosningabaráttu. Mér hefur ekkert fundist þessi umræðan eitt verið að trufla. Hún svolítið á samfélagsmiðlum, menn jagast það sama aftur og aftur. Og tegja til svona orðalag, hvort að ég vera svona eða hins einhvert að þessi tími annar, trufla mig ekki neitt. En ég hins vegar alveg harður á því að ég vil fá að vita hvað í boði, svo ég geti tekið ákvörðun þegar að því kemur að búið að klára samninga. Mér finnst þetta að vera svo einkennileg umræða að hún stýrist af einhverjum getgátum. Fólk gefur sér eitthvað, forsendur, hefur ekkert í hendi, talar eins og ef að þetta eða hitt, og ekkert í hendi. Við skulum bara, mér finnst við bara fáum samning og svo greiðum atkvæði mann. Ólafur segir já. Ég mun segja já. Sveinn Óskar. Já, þetta truflaði mig talsvert í umræðinu Mosfellsbæ. En ég segi við ykkur, ef að flokkar vilja fara í borgarlínu á þess að skoða það betur, þá ekki skrítið að menn vilja fara í Evrópusambandið á þess að skoða það betur. Ég búinn að skoða það. Það vandamáli við þetta sem fólk ekki átt að segja á, að þegar við erum að tala okkar eigin mál, þá erum við í Miðflokkum að reyna að tryggja það að fólk fái upplýsingar það að forsendur eru líklegast ekki að standast með við helstu sérfræðinga á þessu sviði varðandi blikastæðina og samgöngumálin þar. Sama með Evrópusambandið. Evrópusambandið aðlögunarbandalag og þetta eru aðlögunarviðræður, sem þýðir það leið og þú segir já, þá tar leiðinni inn. Og það snýst allt stjórnkerfið það. Við erum að tala stjórnkerfið í Mosfellsbæ. Það yfirsett, þess vegna þurfum við að ráða. Hvernig verður það í stjórnsýslunni niður í bæ? Það verður yfirsett og þetta kostnaður sem við skattborgarar þurfum að borga og ríkið hefur það ekki úr peningum að ráða til þess að ráðstafa í jöfnunarsjóðinn
til þess að borga okkur í sveitafélaginu fyrir börnin í bænum. Þannig að no way, bara svona slettum, fyrir Evrópusambandið. Sveinn Óskar segir nei. Mikelle, ég ætla að bjóða þér orðið næst. Já, takk fyrir það. Mér finnst það reyndar verða að segja, mér finnst það óbúslega skrítin spurning á kappræðu Mosfellsbæ, það sé spurning þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandi. Við erum mjög stórt sveitafélag í huga en við höfum ekkert með það að gera og mér finnst það eiginlega bara nokkuð viðeigandi að verða að segja það. En kannski eina sem ég ætla að segja í því sambandi varðandi þjóðaratkvæðagreiðslunni. Við erum eini flokkur sem kaus og ég persónulega sat í bæjarstjórn og kaus með því að leyfa að safna undirskriftum fyrir íbúakosningu þéttingu í Blikastaðalandi. Þannig að ég er að sjálfsögðu fylgjandi því að fólk fái að segja sína skoðun. Gylfi. Já, sko ég segi nú eins og félagi minn hér á hægri hönd sko, þetta er svolítið skrítin spurning í sveitarstjórnarkosningum. Við erum náttúrulega ekki að kjósa aðild að Evrópusambandinu. Síður en svo. Við erum að spyrja þjóðina, vill þjóðin halda áfram þessum viðræðum já eða nei? Ef að svarið verður já og það verður farið í að semja, þá verða aðrar kosningar eftir að samningur liggur fyrir. Þannig að já, þarna þýðir ekki endilega við séum að ganga inn, síður en svo. Ég held að allir geti verið sammála það. Nei. Og hvað segirðu? Það er ekki allir sammála það. Nei, en ok, þú ert ekki sammála mér. Mér finnst líka alveg merkileg hvað þér tekst alltaf að koma borgarlínunni inn í öll mál, sko. Núna Evrópusambandið, líklega þarf Evrópusambandið að kjósa borgarlínuna fyrir okkur. Viltu tala um Við ætlum að hafa þetta í stuttum áli. Viltu tala um Mosfellsbæ? Leyfa honum að hafa orðið. Af því þú varst að spyrja þá okkar afstöðu til þessa máls. Ég vil vita meira. Ég skal bara viðurkenna það. Ég vil vita meira hvað felst í þessu. Þetta verður ekki trufla okkar kosningabaráttu, síður en svo. Það eru fáir að velta þessu fyrir sér, aðrir en þið hér á Morgunblaðinu, mínu gamla vinnustað. Það er nú bara þannig. Það er enginn sem ræðir þetta við okkur þegar við erum út á örkinni í Mosfellsbæ, ekki nokkur sála. Ég ætla að segja já, vegna þess að ég vil vita í hverju þetta felst. Hvort ég muni síðan segja já eða nei þegar kemur aðild, þá bara eftir að koma í ljós. Bara til að árétta, þá var svona vinkillinn hugsaður aðalega þetta með tímasetningun og ofan í sveitarstjórnarkosningarnar sem að mjög margir hafa haft skoðanir á. Það er ekki trufla okkur. Nú mótmála því að þetta sé óviðeigandi, þetta er mjög viðeigandi þegar þetta kemur svona saman. Hilmar, gjörðu svo vel. Já, bara allt til að spurja, þeir eru spyrlanir. Ég var ekki að bjóða mig fram til þess að verða kommissar. Svara spurningum kvóta og veiðigjöld og ESB og eitthvað svolítið. Það eru aðrir í því en ég er ekkert sérstaklega hlindur ESB, ekki fylgjandi því og við að halda bara í okkar sjálfstæði. Það verður kosið í lok ágúst, þá vorum við bara að halda bæjarhátíðin okkar í túnu heima og erum bara í góðum gír. En okkur efst á baugi eru þetta málefni Mosfellsbæjar og við ættum að tala líka bara meira menningu og íþróttir og slíkt sem er í okkar nærsamfélagi. Einmitt. Já, og svona kannski áður við höldum áfram með málefnin, þá langar mig okkur til að heyra svona huga ykkar til þess varðandi bæjarstjóraefni. Nú hefur verið faglega ráðin bæjarstjóri í bænum, en er einhverjum sem að hefur metnað til eða hugnast að taka þetta verkefni að sér? Já, ég segi bara fyrir mitt leyti að ég stæði ekki hér ef ég myndi ekki treysta mig til þess að stýra bæjarfélaginu. En þá auðvitað eftir að koma í ljós hvað kemur upp á kössunum og eitt leiðir á öðru bara og við sjáum bara til hvað gerist þegar úrslitaleikurinn er búinn 16. maí. Gylfi? Já, sko, við höfum sagt að við viljum ráða faglega í stöðu bæjarstjóra. Það er ekki að því að við treystum okkur ekki til þess að sinna því starfi. Við vitum bara að þetta er mjög mikið starf og fólk þarf mikla reynslu til þess að sinna því. Reynslu sem að er ekki bara svona gripin á næsta götuhorni. Þannig að við viljum faglega ráðin bæjarstjóra. Okay. Mikael? Já, fagráði bæjarstjóri var á okkar stefnu 2018 og það er enn. Okay. Og við teljum að ekki að við geta fullur sem í politísku slagi vera hæfir. Sko eins og athyglisvert með sveitarstjórnarstigi að það er sveitarstjórn eða bæjarstjórn
sem slíku sem fer með valdi, ekki bæjarstjóri. Það er algengum misskilningur. Hann er framkvæmdastjóri stjórnar. Það er stjórn sem ræður. Þannig að við sem erum hérna, þeir eru að bjóða okkur fram og ég er í baráttusæti, í 3. sæti, kannski kemst í bæjarstjórn, kannski ekki, vonandi kannski ekki, en nei, ég segi það ekki. En eins og það er sú stjórn sem ræður, ekki bæjarstjóri. Bæjarstjóri á að gera það sem sveitarstjóri gerði. Eins og var algengur, þarf að segja það að það verið algengur misskilningur til sjálfstæðismanna að væri öfugfari. En þegar Halli réð ríkjum. En hins vegar þannig og við teljum að stytta máli, þetta bara vera svo stutt umferð. Þannig að fagráði bæjarstjóri máli. Já, fagráðin bæjarstjóri, Sveinn. Já, ég býð mig ekki fram nema geta sinnt þessu. Ég held að sem ekki ranghugmyndir það að það sé eitthvað vesinn að stjórnmálamenn séu á framkvæmdastjórar. Það á einmitt að vera þannig. Hann þarf að standa sína plikt og fylgja sinni stefnu. Hann þarf að vera valinn af fólki með það í huga að hann geti fylgt stefnunum eftir. Það er hann sem að veðjar á að geta klárað þetta og hans ábyrgð að klára málið. Ef hann getur það ekki, ef hann gerir það hinsegin eða svona, þá verður það bara kosið eftir 4 ár og hann dæmdur fyrir það. Það sem að ég vil sjá fram á varðandi þetta er að skipulag, stefnuskipulagið í upphafi, ef þetta er til dæmis samstarf 2 flokka, að það sé þá yfirleitt reitt niður í góðan málefnasamning og það verður þannig unnið eftir slíkum málefnasamningi þar sem tekið tillit til skoðana 2 flokkana og þeirra stefnu. Þetta finnst mér vera mjög skynsamlegt og til að þetta sé bara mikilvægt fyrir fólki í bænum að vita hver er bæjarstjórinn fyrirfram. Takk fyrir þetta. Ólafur? Ég var bara svo hissa, hann talaði ekki borgarlínuna. En ég myndi alveg treysta mér til þess að gegna stöðu bæjarstjóra, bæði út frá þekkingu og reynslu sem ég hef, en ég er langt frá því að ég stefni á það. Við erum með á oddinn hjá okkur að ráða faglega bæjarstjóra. Við viljum bara aðeins hafa það á hreinu að bæjarstjóri er ekki bæjarstjóri meirihlutans, hann er bæjarstjóri bæjarstjórnar. Þannig að hann er fyrir alla bæjarstjórnina, ekki bara hluta af henni. Þannig er hans hlutverk skilgreint. Þannig að já, við viljum faglega bæjarstjóra fyrir alla bæjarstjórnina. Sævar? Já, við í Framsókn viljum faglega ráðningu. Það er í okkar málefnaskrá að við ráðum faglega bæjarstjóra. Þetta er ekki spurning að við treystum okkur ekki í hlutverki en eitt svoleiðis. Þetta er bara fyrst og fremst að því að þetta hefur gengið afskaplega vel á þessu kjörtímabili og reynslan er góð. Þannig að við erum svolítið að byggja á því en svo náttúrulega eins og hefur verið komið inn á þetta er náttúrulega svo fara meirihluta viðræður í gang eftir kosningar og það getur leitt ýmislegt af sér en þetta er að minnsta kosti á okkar stefnu að ráða þessi faglega ráðning bæjarstjóra. Maður bæta einu við að því að stjórnmálafræðingur þá geti ekki látið við sitja að það kosninga sveitarstjórn þannig að það ég verða leiðrétta í sveit það bara alls ekki kosið bæjarstjóra það ekki einu sinni kosið alþingiskosninga snúast ekki einu sinni það ekki kosið forsetaráðherra það kosið málefni það kosið fólk þannig að það sem það kosið 11 bæjarstjóra. En er ekki forsætisráðherrann samt yfirleitt kjörinn fulltrúi? Það langt í frá, rétt, yfirleitt, en langt í frá eins að sé skýrt fyrirfram og það einmitt alls ekki hefði á íslensku stjórnmálum að sé satt fyrirfram hver verður forsetaráðherra. Auðvitað alltaf spurningum viðræðu eftir á. Ég verður að fá að svara þetta. Sitt sýnist hverju, við þurfum að halda áfram. Halda áfram og vinda okkur í málefnin. Það er bara einsetning. Já, það er bara það að fólki vill ákveðna einstaklinga og við erum næst persónukjöru í bæjarstjórnarkosningum. 11 bæjarstjórar. Takk fyrir þetta. Sitt sýnist hverju með þetta. Já, þá ætlum við að vinda okkur bara í svona atvinnumál og uppbyggingu og framtíðarsýn og kannski við byrjum, ekki leikur sér bara Sævar að byrja núna. Hvernig, hver eru svona helstu vaxtartækifærin í bænum? Það hefur verið mikil uppbygging og væntanlega heldur hún áfram. Hvað eru svona helstu tækifærin? Tengt atvinnumálum þá?
Já, bara atvinnumálum og innviðauppbyggingu samhliða því og samhliða bara fjölgun íbúa í bænum. Einmitt. Sko, fyrir að fyrsta náttúrulega höfum við verið svolítið að efla einmitt þann þátt tengt atvinnumálunum í Mosfellsbæ vegna þess að okkur þótti þessi málflokkur ekki hafa kannski nægilega svona skýra stöðu innan stjórnsýslunnar þannig að þeir sem hefðu áhuga að byggja upp atvinnurekstur í Mosfellsbæ hefðu þá allavega gott aðgengi og við værum ekki að þvælast neitt fyrir, við værum bara að liðka til hann að væri sem auðveldast fyrir aðila að koma inn og fjölga störfum í Mosfellsbæ af því að það alltaf vel þegið af því að við náttúrulega sækjum mjög mörg okkar atvinnu í önnur sveitarfélög og við viljum náttúrulega að þessi þjónusta og tækifæri í okkar sveitarfélagi. Þannig að við að sjálfsögðu viljum sjá til þess að framtíðarhorfur verði með því móti að það verði bæði verslun, þjónusta og svo atvinnu tækifæri fyrir íbúa og náttúrulega unga fólki sem vil halda áfram að búa í Mosfellsbæ. En það sem við sjáum náttúrulega er eins og búið að ræða Blikastaðlandið og við erum með Korputún sem bara þarna við hliðina á. Svo erum við fjölmörg önnur svæði sem eru í svona lengra inn í framtíðina sem bæði atvinnusvæði og íbúabygging sem við þurfum að huga að og svona móta heildstætt til framtíðar af því að það uppbygging að fara af stað á Blikastöðum, svo erum við með svæðið þegar að klára Helgafeldslandið og svo eru svona ýmsir reitir sem að þarf að klára byggja upp á en þá þurfum við einmitt að vera svolítið tilbúin með framtíðarsýnina, hvar við viljum byggja upp og hvernig við sjáum fyrir okkur einmitt fjárfestingar til framtíðar þannig að innviðið fylgi eftir þeim uppbyggingum. Mosfellsbær svo stærir sig að því að vera sveit í borg. Við höfum talað dálítið byggingarétti og öll þessi svæði eru fjölmörg tækifæri til þess að byggja upp. En að sama skapi kemur það þá kannski aðeins niður á sveitasjarmanum. Er þetta ekki dálítið viðkvæmt jafnvægi og er þetta ekki eitthvað einmitt sem að þarf að marka eitthvað stefnu til framtíðar varðandi þessa svona sveit í borg sín? Sko vissulega er það náttúrulega svona ákveðin sjarmi sem að Mosfellsbær hefur upp á það að gera. Ég meina, fyrir mitt leyti, komandi utan á landi, þá náttúrulega sæki í Mosfellsbæ, það einhver ástæði fyrir því og það þessi einmitt svona stemning sem finnst maður upplefa líka út á landi. Þannig að vissulega þurfum við að halda í þann brag og mér finnst við alveg vera að gera það eins og til dæmis í skipulaginu á Blikastöðum. Þó við séum að tala þétta íbúabyggð, þá er samt að byggja upp með tillit til náttúrunnar. Þetta gríðarlega metnaðarfullt skipulagsverkefni og það sem er að huga að þessum gæðum sem eru til staðar á þess að við séum að malbygga yfir allt, skiljiði. Það sem við viljum horfa í að við séum þessi grænu svæði, við erum að aðgenga náttúrunni, það svolítið þessi sveitabragur sem að ég tel að við getum hæglega haldið í áfram til framtíðar. Má ég bæta við? Sko, 8% af húsnæði í Mosfellsbæ atvinnuhúsnæði. Það langt fyrir þetta í Hafnarfirði og Reykjavík. Okkur hefur ekki tekist á síðustu árum að grípa þessi fyrirtæki sem eru að flýja Reykjavík. Það Hafnfirðingar að gera. Við höfum nóg af landi. En hvað að hamla okkur? Stækkun vaxtamarka, skipulagsmálin og annað slíkt. Við þurfum líka að markaðsetja okkur. En við erum að vinna með markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins á Visit Reykjavík. Við erum að vera með Visit Mosó. Og hvað eigum að gera líka? Við erum að markaðsetja okkur fyrir þessi fyrirtæki og atvinnutækifærin vegna þess þó við séum með nýtt grænt gímald á Korputúni sem skyggir á útsinni. Þá erum við að tala innflutningsfyrirtæki á húsgögnum og öðru slíku. Við erum ekki sem skapar einhver störf að viti nema þá að vera í verslunni. Við þurfum að höfða til hátækni iðnaðar, við þurfum að höfða til fjarvinnslu skrifstofa sem nálægt heimilunum, þannig að fólk getur unnið af því að það yfirleitt ekki viljið í framtíðinni að starfa alveg heima heldur í svona skrifstofu einingum fyrir fjartæknilausnir og við höfum að höfða til þessa. Þess vegna getum við haldið með þessum hætti sjarmanum af bænum og sjarmanum af því að vera samkeppnishæft atvinnusvæði. Og ég get til dæmis séð þetta bara
ég hef séð þetta í Hollandi, Norður Hollandi, þar sem að Google er með stórt gagnaver 2 og þar þetta að gerast og bændurnir eru með kindurnar að setja í garðana hjá fólkinu og þetta allt út allt. Þú ert Silicon Valley í Mosó. Það hægt að búa til fallegan dal í Mosó og úr þeim fallega dal sem þarna fyrir og þeir eru nokkrir. Og ég segi já að fullt af tækifærum til þess að halda í sveitina en búa til svona tækni iðnað í bænum sem að atvinnuskapandi og skilar hærri tekjum hlutfallslega í bú sveitafélagsins. En nú vantarlega öll uppbygging, bæði atvinnuuppbygging og íbúuppbygging á íbúðasvæðum, vantarlega háð samgöngum, háð því að áætlun Sundabraut standist og bættar almenningssamgöngur eins og þá með borgarlínu eða einhver konar með öðrum hætti. Ekki getur umferðin haldin að fara að aukast eins og staðan í dag. Hvað já. Nei, þetta alveg rétt og þá kannski aðeins af því sem að Sveinn minn elskar að tala að borgarlínunni. Það náttúrulega gert ráð fyrir stoppistöðum og borgarlínunar í Blikastaðalandinu og sá áfangi ætti með við áætlanir að vera tilbúin eftir 6 til 7 ár. Akkurat á þessum tíma sem að íbúabyggðin að byggjast þar upp. Ég minni nú á það að það nú öll sveitafélög höfuðborgarsvæðisins sem standa að þessu og eru búin að samþykkja þetta og 2 ríkisstjórnir eru búin að samþykkja þetta og það væri nú asskoti hart ef að menn ætla að fara að rífa alla þessa pappira og þykjast vita betur heldur en allir þeir sem á undan hafa gengið okkur bara til þess eins að tefja málið. En borgarlínan raunhæf lausn fyrir barnafjölskyldur? Nú talað að þetta verið svo barnvænn bær og svo framvegis. Já, borgarlínan gerir ráð fyrir að 10%, ekki 15, heldur 10% verði notkunin á borgarlínunni. 10%. 90% verða enn á bílum. Við vitum það, með þessar tölur. Og það ekkert ólíklegt að það gangi eftir. Ég hef verið á fundi með betri samgöngum og fleiri aðilum þar sem hefur verið að fara yfir þessi mál og ég hef kynnt mér þetta ágætlega og þetta lítur bara nokkuð vel út, satt best að segja. Ég trúi því alveg að 10% þjóðarinnar muni ferðast með strætisvögnum þegar við farin að ganga á 7 mínútna fresti. En varðandi atvinnulífið og Mosfellsbæ, þá erum við eflaust allir sammála það. Svo ég vitni nú enn í það, hvað við erum sammála. Að við viljum bæta hag fyrirtækja í Mosfellsbæ, við viljum fjölga fyrirtækjum í Mosfellsbæ. Og inn á Korputúni ekki bara þessi innflutningsaðili sem að Sveinn talar að koma, heldur verða þar 2000 störf. Það verða 2000 störf á þeim reit. Og við þurfum að bæta við reitum, það alveg rétt, við þurfum að laða fyrirtæki til okkar, hvort sem það verður inn á Blikastaðalandið eða jafnvel inn á Leirvogstunguna eða fleiri reiti sem á eftir að skipuleggja. Og það margar góðar hugmyndir með það ef að Sveinn vill efla hátækniiðnaðinn inn í bænum sjálfum þá þarf nú að þrengja byggð því það svo sem ekki mikið pláss til þess að gera það án þess en ég myndi fylgja þér í því að laða hátækni fyrirtæki til bæjarins eins og reyndar öll fyrirtæki. Við viljum að atvinnureksturinn vaxi og dafni í Mosfellsbæ. Ég skal tala aðeins atvinnulíf, takk fyrir. Við viljum stórefla atvinnulíf í Mosfellsbæ, það bara þannig. Laða til okkar stönduð og góð fyrirtæki, ekki veitir af. Við erum með pláss á Blikastaðalandi, við erum með Tungumela og annað slíkt. Atvinnumálanefndin var lögð niður á þessu tímabili, við viljum endurvekja hana, bara til að leggja áherslu á þennan málaflokk. Við þurfum að markaðssetja Mosfellsbæ. Þetta allt spurning markaðssetningu að bjóða þessum fyrirtækjum að koma í Mosfellsbæ og vera með opinn faðminn. Þetta hefur auðvitað allt margföldunar áhrif. Mosfellingar geta vinni í Mosfellsbæ, mögulega minnka einhverja umferð á Vesturlandsveginum. Svo bara út í íþróttastarfið og allt slíkt. Það hérna logo og búninga og allt svona. Við þurfum góð fyrirtæki í þetta. Við getum ekki alltaf stóla bara á Svanna og fasteignasölunni og byggja smið og Kaleo við erum með hljómsveitir í þessu. Þannig að við viljum efla atvinnulífið en það gerist líka ekkert að sjálfu sér. Við þurfum að vinna með skilvirkni og þú veist að regluverkið sé ekki alltaf flókið og stytta og einfalda boðleiðir og allt það. Og við ætlum líka að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði.
að þeir eru búin að tala svo mikið sem kallar hann á, þannig að ég ætla að fá að tala eins og Nei, bara talandi samgöngumál líka, það hefur alltaf verið, eins og þú veist Andrea, komandi úr Mosfellsbæ, þetta hefur alltaf verið mikið í umræðinu. Þú veist, það þurfa allir að fara þennan blessaða Vesturlandsveg, hvort sem í skóla eða í vinnu. Ég man nú bara hérna 1987 þegar Salome Þorkelsdóttir var að berjast fyrir veglýsingu á Vesturlandsveginum að hún þurfti reyndar að geta hatt sinn aðeins seinna, það senka eitthvað. En þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að þessi samgönguæð til Reykjavíkur virki. Þú veist, það eru miklu flöskuhálsar á mótnana og seinnipartinn, en það ekki eitthvað eitt sem að virkar í þessu. Við þurfum hágjaða almenningssamgöngur, við þurfum hjóla, göngustíga, við erum líka bara á einkabílnum, við erum bílaþjóð, við búum á Íslandi. Þannig að við þurfum svona sitt lítið hverju í þessu og með þessa borgarlínu, hvort sem hún heiti borgarlína eða eitthvað annað þegar ef hún kemur einhvern tímann í Mosfellsbæ þá bara fögnum við öllum samgöngum ef fólk til í að nýta þær sem mest. Ólafur, þú kinkar kolli? Já, ég held að þú ætlar að gleyma þér. Nei. Það er nú gott að Hilmar minntist á atvinnumálunefndina vegna þess að í 20 ára valdatíð Sjálfstæðisflokksins þá heyrðu atvinnumál undir bæjarráð. Við settum á fót atvinnumálunefnd. Við Sævar sátum í henni. Það voru löguna niður þá aftur. Já, býttu rólur. Við gerðum það sem við gerðum atvinnustefnu fyrir Mosfellsbæ. Og það var ekki til. Og ef þú lest þá stefnu, sem ég efa ekki að þú hefur gert, þá sérðu að það stendur ýmislegt gott í henni. Meðal annars hvernig á að byggja upp atvinnu, hvernig á að taka á móti fólki sem að hefja atvinnustarfsemi í bænum. Það bara að tala við einn aðila, sem getur gefið allar upplýsingar það. Varðandi uppbyggingu, rétt sem að Gylfi sagði, það verður fjöldi starfa til á Korpatúni. Og svo annað sem kannski gleymist. Það verður líka til fjöldi starfa á Farsældatúni. Það sem að meiningin að ríkið ætlar að byggja upp starfsemi fyrir alls konar félög og stofnanir sem í þágu barna. Og þar verður byggt upp mikil sérfræði starfsemi. Það ekki búið að fjármagna þetta? Það búið að gera drög hvernig þetta verður gert. Og þú getur bara að tala við Harald Líndal það, hann með þetta allt saman á hreinu. Þannig að þetta alveg á tæru. Það sem að vantar það þarf bara fyrsta batterið þarf að koma þarna og þá nóg pláss til að byggja. Talandi þetta var hnútur sem var búið að standa í Sjálfstæðisflokknum í fleiri ár að leysa deilurnar Farsældatún. Það leyst og það leystist mjög farsællega. Og ég alveg vissu að það takið undir það. Upptekinn af Sjálfstæðisflokknum. Það gott þú sér langt inn í framtíðina. Hvað segirðu? Að þetta hefur tekist farsællega? Já, farsælt, þetta allt farsælt. Taprestur, þið þekkið hann. Og í COVID. Eru sérfræðingar í honum. Já, talandi það. Talað þú bara fyrir þig? Já, ef ég má. Þegar COVID lauk og við fórum að gera okkar áætlanir, þá var eitthvað mesta hávaxta tímabil frá hruni sem að dunda okkur. Og Sævar minntist á þetta áðan að það var akkúrat það sem við þurftum að glíma við. Skuldirnar sem meðal annars voru teknar af Sjálfstæðisflokknum, það hækkuð bara vel í bókhaldinu. Þannig að þetta þarf líka að taka með í myndina þegar við talar afkomu. Bara halda sig við það. En við ætlum líka, það sem við viljum gera, Sveinn talaði með vaxtamörkin áðan, við höfum alveg fullan huga því að sækjum að fá að breyta þessu vaxtamörkum sem eru på Tungumölum. Þar viljum við setja starfsemi sem að hentar ekki og ekki verslun og þjónustubundið, heldur svona annars konar starfsemi sem að til dæmis geti verið gagnaver, ef það væri. Galli bara við að það bara svolítið langt í almennilega raflínur. Það var hugmynd að setja gagnaver hérna upp á Hólmsheiði, það fjall. Nú þurfum við að fara að stytta mál okkar þegar við þurfum að fara að komast á því. Margir mikilvægt eftir að fá að tjá sig bara alltaf samt. Já, allavega reksend að taka þátt í svona samkallaða tippakeppni á milli aðila, en ég ætla ekki að tala á þeim nótum, en ég nefndi fjölbreytileikann í upphafi og það held ég að sé líkillega eins og í mörgu öðru í atvinnumálum. Fullt af hluti sem þið hafi nefnt eru sjálfsögðu viðeigandi og það hefur verið nefnt COVID og það einn af því góða sem það hefur skilað okkur hugmyndum fjárvinnu. Það hægt auðvitað að gera meira af því, en auðvitað líka, finnst mér svona ágætt að halda því til haga að
bæjarfélagið sem slíkt með takmarkað úrræði varðandi atvinnumálum. Það auðvitað getur liðka fyrir með skipulagi, með hagræðingu í gjaldtöku, en eins og náttúrulega samtali við fyrirtæki sem fyrst og síðast skiptir máli hvort þeir vilji setja stað eða ekki. Og auðvitað atvinnumáli líka hefur gríðarlega áhrif á samgöngu, eins og hefur verið nefnt. Það hætta við svona suburbia að verði svona svefnbæir, vissulega. Allir sem keyra til Reykjavíkur og annar sveitarfélag sjá að Vesturlandsvegur svolítið einstefnu gata oft á tíðum. En líka tækifæri í að cirka 1,8 milljón manns keyrir í gegnu, sem eru ferðamenn, keyrir í gegnu í 8 gullnaringi. Það væri hægt ef einhver 10% af þeim myndi stoppa í Mosó, þá þarf að gefa ástæð til þess. Það heldur það með hægt að horfa til sveitarfélag eins og Selfoss sem hefur fjárfest í alvöru miðbæ, alvöru aðdráttarafl. Núna verið að byggja nýja brú yfir Ölfusá sem var mál eins og þvílík grýla sem myndi drepa Selfoss að færa umferðina frá. Núna ímynda mér að Selfossingar geti ekki beðið eftir hún komi og færi hluta gegn umferðinni í burtu. En það hefur verið nefnt farsældatún og eina af því sem við í Mosfellsbæ hafa í huga að koma samtali á við ríki og við önnur sveitarfélög að byggingi nýs sérskóla sem þarf fyrir höfuðborgarsvæði verði horft til Mosfellsbæjar, til dæmis. Klettaskóli komin að Þolmörkum, þannig að það væri hægt. Þar fylgir fullt af sérfræðistörfum og líka tækifæri í samgöngu. Það þurfa allir að komast í skóla og þeir, þó að vissulega séu Mosfellingar sem myndu nýta sér þá þjónustu, þá eru líka annars staðar frá og það greiðari veg átt til okkar á skólatíma heldur frá okkur. Þannig að þetta aftur þessi fjölbreytileiki. En endilega holdum okkur við málefni en ekki út fyrir það. Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni sko. Þú getur meira með símanum. Ég ætla að þið fáið tækifæri, ég veit að það einhverjir hérna sem vilja koma ykkur að, en þið fáið mögulega tækifæri til þess að koma því að þegar nú eru komin að þeim stór skemmtilega lið, þar sem þið fáið að spyrja mótframbjóðendur ykkar spurninga. Þannig að þið getið hugsað núna hvern viljið þið spyrja og hvað. Þetta ein stutt spurning. Þetta ein stutt spurning og stutt svar. Það má ekki vera ekki neina langkundar hér. Nei. Ólafur, ég sé að þú vilt byrja. Já, ég alveg til í það. Ég langar að beina spurningu til vina míns Hilmars. Hvort að hann myndi setja það sem skilyrði í meirihlutaviðræðum að hann yrði bæjarstjóri? Nei, ekkert skilyrði, bara sjáum hvað kemur upp á kassanum. Fínt. Sveinn Óskar? Já, ég ætla að reynda að spyrja Hilmar einnig. Yes, komið með þetta. Já. Mikil ágjöf hérna. Hvað myndur þú vilja gera varðandi Blikastanum? Myndur þú vilja taka upp málið eftir kosningar og skoða alla forsendur upp á nýtt? Ég held að það sé ekki hægt. Það er búið að samþykkja fyrsta áfanga, en ég vil bara gera allt sem ég get til þess að þarna verði, íbúðir, fjölbreyttar íbúðir fyrir alla og innviðir gangi í takt við þessa fjölgun. Flott. Sævar. Með spurningu? Já, ég var nú svona sem ekki búin að undirbúa neitt sko, en kannski alltaf að spyrja bara Svein, bara varðandi atvinnutækifærin, hvernig hann sér það fyrir sér að þetta raungerist, að því að við sjáum náttúrulega Mosfellsbær á svo lítið landsvæði, þetta náttúrulega eigu annarra, þannig að bara hvernig þú sér fyrir til dæmis hátækni inn að koma hann inn?
Þetta samstarfið lóðaeigendur. Sko, í raun og veru þetta þannig að við sjáum önnur sveitarfélög eiga land og úthluta þeim og aðilar sitja á þeim lón og dón. Það líka vandamál. En ef við getum unnið með þeim sem eiga landið að þróun, það þarf að skoða þarna líka hugsanlega einhverja ívilnanir og svo framvegis. En við þurfum að vinna þetta verk og ekki láta outsourca þessu eða senda það til Reykjavíkur í markaðsskrifstofu Reykjavíkur. Við þurfum að vinna þetta sjálf. Við þurfum að kaupa þetta jafnvel af ráðgjöfum sem eru í stytta mál sitt. Þannig að já, ég held að þetta sé hægt og útgáfan að þessu verður gerð með samráði við þessa lóðaeigendur. Þá snúum okkur hingað. Gylfi. Já. Sveinn, ég ætla að fá að spyrja þig. Ef að strætó í borgarinnu mun ganga á 7 mínútna fresti, ertu þá tilbúin að leggja þitt á mörkum til þess að minnka umferðina með því að taka strætó? Ég var að kaupa með rafmagnshjól. Já, vel gert. Svarið, ég mun gera það sem skiptir máli. Eins og það að stundum eru aðrir en ég að ferðast. Það er til dæmis barnafólk. Ég var ekki að spyrja það, ég var að spyrja þig sjálfa. Já, ég svaraði með rafmagnshjólinu sem ég er nýbúin að kaupa. Takk. Stutt og laggott, Mikael? Já, ég ætla að spyrja Gylfa. Já. Fyrst að nefni strætó. Við í Mosfellsbæ hafa tvívegis lagt til að verði sett upp fyrir innanbæjarstrætó og verði gefið fritt fyrir grunnskólabörn. Myndir þú stíða slíka tillögu? Það innanbæjarstrætó, er það ekki? Núna? Nei. Jæja, en það er allavega strætó sem gengur bæinn. En þú ert að tala bara innan Mosfellsbæjar. Innan Mosfellsbæjar. Ég var alveg til að skoða það, niður við, en ég þyrfti þá að fá þær forsöndu hvað þetta myndi kosta. Vegna þess að það að senda strætó hring eftir hring hálf tóman, það myndi ekki skila miklu. Þannig að ég myndi vilja vita hvað þetta myndi kosta og ef það eru til peningar fyrir slíku, þá er ég alltaf til í góðum mál. Getur sagt þér að kosta 260 miljónir að senda núna þennan strætó sem nefndir á ári, hálf tóman allar leið upp í Reykjavík og vestur í bæi. Það vitum við. Og þá eftir bara bæta við það ef þú ætlar að gefa öllum frítt. Já. Nei. Þá held ég að svarið sé komið og Hilmar, gjörðu svo vel. Við ætlum að bjóða öllum grunnskólabörnum frítt í strætó, það er á stefnuskránni okkar. Veistu hvað það kostar? Ég var ekki tilbúinn svo sem með neina spurningu þannig, sko. Ég ætla að treysta ykkur til þess, sko. Fyrsta sem dettur í hug bara. Já, bara ég sakna svo kvennana hérna einhvern daginn. Já, þetta er svolítið. Við reynum að bæta upp að veikum mætti. Ég er í bleiku, ég vil benda á það. Ólafur, þú svarar því kannski, hvað að því ég sakna kvennana og akkur eru þið komnir allir í stólana og þú í efsta sæti til dæmis bara? Hvar eru konurnar í samfélaginu? Vildi oddvitin ykkar ekki halda áfram? Af því að þið eru alltaf að tala að það sé hægt að kjósa bara hérna áframhaldandi vegferð en þetta snýst fólk líka. Það er eingöngu fólk. Þakka þér fyrir. Nú mátt þú svara. Og spurningi var? Akkur varst að gripa fram í og veist svo ekki spurningar? Þú varst bara að spyrja á svo mörgu í einu. Jæja. Ég skal alveg svara þér. Við erum búin að vera með konu sem áttu þetta í 12 ár og bara hún hefur staðið sér fantavel. Vildi hún ekki halda áfram með það? Nei, það var ekki þannig. Okay. Þannig að við bara, þú veist, það kemur að því að skipta. Við erum með jafnmargar konur og kalla á okkar lista og bara við náum bara þeim fleiri sem við náum inn, þeim fleiri vera konurnar og kallarnir. Geggjaður. Þá held ég að allir séu, það er allir búin að spyrja. Ekki? Jú, þannig að þá er það bara síðasti liðurinn. Já. Loka liðurinn. Loka liðurinn. Þú kynna hann Sólveig. Nei, Sólveig. Sólveig heiti ég. Ég er búin að standa þetta lengi. Fyrirgeðu mig. Já, við ætlum að biðja ykkur að tala, þið fáið tækifæri til að tala beint til kjósenda. Og hver ykkar færi, þetta er 1 mínúta. Og þið horfaði hérna í þessa myndavél. Og já, við erum mjög grimmar að kvötta á ykkur eftir 1 mínútu, þannig að það er bara verið mjög skilvirkt. Og Mikkel, byrja þú. Já, 1 mínúta. Tími fyrir kosninga er tími loforða og er mörg af þeim og sum sem verða efnt, sum ekki. En eitt sem ég get með góðri samvisku lofa fyrir hönd Vina Mosfellsbæjar er að Vinir Mosfellsbæjar muni aldrei hafa neinn annað hagsmuna gæta en Mosfellsbæjar. Allir hinni flokkar geta það ekki. Allir hinni flokkar eru með flokksráð, með þingmenn, með samtalsfélag
Í öðrum sveitarfélagum við erum það ekki. Við erum bara einungis að hugsa Mosfellsbæ. Það getur tekið stuttdæmi, nefndi áður Innanbæjarstrætó. Samfylking setti núna á oddinn allt í einu að Innanbæjarstrætó núna var í máli að því Samfylkingin í Reykjavík ákvað það. Við lögðum það til á undan þeim. Og þannig í öll mál. Mosfellsbær einn skiptir í þetta komið. Gylfi, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Atkvæði greitt Viðreisn í Mosfellsbæ atkvæði greitt stöðugleika og trausts. Mosfellsbæingar og íbúar þess ágæta bæjarfélags vita að hverju þeir ganga þegar þeir kjósa Viðreisn. Þeir sjá það í rekstri bæjarins í dag og geta séð það á málefnum okkar sem eru birt á heimasíðunni hver þau verða til framtíðar. Þetta snýst manneskjur, þjóðfélagið okkar, það snýst manneskjur og traust. Hverjum treystið þið best til þess að sinna því starfi sem bæjarstjóri krefst? Takk. Já, Hilmar. Já, nú styttist í úrslitaleikinn 16. maí. Við erum búin að stilla upp frábæru byrjunarliði á lista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Fórum í gegnum prófkjör nú fyrir á árinu og erum með 22 einstaklinga mjög fjölbreyttan hóp. Ég hlakka mikið til næstu daga, næstu vikna. Þetta snýst ekki bara það sem að gerist núna síðustu dagana og kannski 2 vikurnar fyrir kosningar. Snýst ekki það hverjir dreifa flestum rósum og sælgæti fyrir utan krónuna. Þetta snýst það hverja við þekkjum og hverja við treystum til þess að halda áfram vegferð Mosfellsbæjar. Takk fyrir þetta. Sveinn. Já. Kæru Mosfellingar, ég legg til að þið leggið okkur lið í Miðflokknum. Á lista Miðflokksins að skipa bara venjulegu fólki úr bænum sem með mikla reynslu á sínu sviði. Og við reynum að nýta reynslu allra á listanum til að ná árangri. Við treystum á að þú, kjósandi góður, hugar að því hvað hefur gerst hingað til og hvert þið viljið stefna. Við erum skynsemdaflokkur og leggjum áherslu á það að kanna allt áður en ákvörðun tekin og gæta þess að sé vel farið með fjármuni þína. Kjóstu Miðflokkinn. Takk fyrir þetta, Ólafur. Já, kæru Mosfellingar, við í Samfylkingunni höfum verið í mjög góðu samstarfi á síðustu kjörtímabili og skilað okkur góðum rekstri, góðum málum og erum tilbúin að halda því áfram, fara áfram veginn. Við höfum lagt fram kosningastefnuskrá sem við treystum okkur alveg til að standa við. Hún full fjármögnuð og við viljum fara í þá vegferð með Mosfellingum að halda áfram með traustan rekstur. Við viljum halda áfram með meiri vegferð. Við viljum velferð fyrir ekki. Og við viljum hafa reksturinn áfram sjálfbæran. Við viljum huga að náttúrunni, við viljum að náttúran og bæjarfélagið spili saman og við ætlum að bara ganga í takt og ég hvet alla Mosfellinga til þess að kjósa ábyrgt og kjósa Samfylkinguna í næstu kosningum. Takk fyrir þetta, Sævar. Já, það gott að búa í Mosó og við viljum náttúrulega sjálfsögðu halda því áfram og við viljum í Framsókn halda áfram því góða verki sem við höfum verið að sinna á þessu kjörtímabili þar sem við höfum lagt mikla áherslu á gagnsæi og virt íbúasamráð og svo hefur við verið með lýðheilsu og menningamál og náttúrulega börnin okkar mikið í forgrunni og svona rauðan þráðu því sem við höfum verið að standa fyrir og vinna að og við viljum klárlega halda þeirri vegferð áfram af því að þetta náttúrulega byggist á því sem er okkur dýrmætast að börnin okkar og allt sem því viðkemur þannig að velferðarmálin eru okkur mjög ofarlega í huga. Við viljum áfram vera með ábyrgarekstur því að sé reksturinn ekki ábyrgur þá ekki hægt að sinna þessum málaflokkum eins vel og hægt er. Þannig að gríðarlega mikilvægt að það sé því sé sinnt vel af því að þetta náttúrulega snýst ekki bara málefnin og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst bara Mosó. Takk fyrir þetta. Sóldís. Já, einmitt. Vægt heilablóð. Ég ætlaði að segja eitthvað, Andrea eitthvað því að svo bara fann ég ekkert annað nafn sem að... Nei, Andrés. Andrés, já. Já. Þessi er að ljúka hjá okkur og það er ljóst að það er mikill hiti í kosningabaráttunni í Mosó og baráttan verður eflaust lífleg og spennandi áfram og við fylgjumst að sjálfsögðu með á MBL og Morgunblaðinu
eins og í öðrum sveitarfélögum landsins. En við þakkum frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur í dag og áhorfendum fyrir samfylgdina.